PostgreSQL eða Postgres er open source gagnagrunnur sem mjög útbreiddur og mikið notaður. Hann á rætur sínar að rekja til UC Berkeley þar sem hann var fyrst gefinn út árið 1996. Þetta er Object Relational Database Management System sem hefur mikið af sértækri og kröftugri virkni. Við höfum margar týpur í Postgres gagnagrunnum og við munum kynnast einhverju af þeim í gegnum verkefni í vefforritun. En helst erum við að vinna með tölulegar, stafalegar og dagsetningatýpur, en það er samt möguleiki á því að gera alls konar týpur. Til dæmis getum við unnið beint með JSON-gögn, við getum unnið með geometriskar týpur, til dæmis eins og til þess að fletta upp staðsetningum á jörðinni, við getum unnið með fylki og alls konar. Þannig að við rétt snertum yfirborðið í þessari yfirferð okkar á Postgres. En uppsetning er þannig að við sækjum Postgres frá postgresql.org. Ef við erum á Mac eða Linux er gott að nota þar til gert pakkakerfi á Mac Homebrew. Þá getum við gert brew install Postgres og síðan keyrt upp þjónustuna brew services start Postgres. En ef við sækjum þetta á Windows þá þurfum við í raun að keyra eitthvað install process þar sem við þurfum að passa upp á ef við þurfum að gefa upp lykilorð að halda utan þau. Svo við vitum og getum skráð okkur inn í síðan Postgres serverinn, þennan DBRMS server sem að fer í gang, þar sem við séum búin til gagnagrunna sem við síðan notum og búin til töflur í. En með þessu fáum við PSQL sem er CLI aðgangur eða command line aðgangur að Postgres. Það getum við gert allar aðgerðir í gegnum þetta command line interface, en það getur tekið tíma að læra og venjast á það. Við höfum líka möguleikann á því að sækja pgadmin sem er GUI eða grafískt viðmót ofan á Postgres. Það getur verið þægilegt að hafa til hliðar, þó svo að það sé alltaf gott að vita hvernig á að vinna með CLI-tólið þar sem við munum nota það sérstaklega til dæmis þegar við erum að tengjast Heroku gagnagrunnum. Við getum sótt þetta sérstaklega fyrir Windows og Mac en fylgir með flestum útgáfum af Linux. Og þannig getum við séð alla gagnagrunna töflur og þess aftar sem eru í gangi á Postgres serverunum okkar.